er orðin ein allsherjar mannréttindaganga þar sem fjölbreytileikanum fagnað. Borgarstjóri Reykjavíkur var í fararbroddi göngunnar og sendi rússneskum stjórnvöldum þau skilaboð að þau ættu að láta pönkfeministana í Pussy Riot lausar. Karen Kjartansdóttir fór í gleðigönguna. Hinsegin dagar voru haldnir hátíðlegir í 14. sinn í dag. Ekki hefur ringt yfir göngufólk gleðigöngunar í langan tíma, en í þetta sinn var líkast því sem að hellt væri úr fötu. Það kom þó ekki í veg fyrir að þúsundur mættu hýrir í bragði. Og nú er gleðigangan alveg að fara af stað hér í rigningunni og allir bíða spenntir eftir að fá að sjá í hvaða búning borgarstjórinn Jón Gnarr klæðist þetta árið. Og borgarstjórinn olli ekki vonbrigðum þegar hann mætti klæddur eins og þremenningarnir í rússnesku pönkljómsveitinni Pussy Riot. Þetta er svona tribut til meðlema rússnesku pönkljómsveitarinnar Pussy Riot sem nú sitja saklausar í fangelsi. Þannig þú hugsar mannréttinda bara út frá víðu sjónarhorni í þessari göngu? Já, mér fannst bara gott tækifæri til þess að leggja þeim lið. Fulltrúar Færeyinga voru einnig mættir til að taka þátt í göngunni, en þar hafa fordómar gegn samkynheiðum verið fremur miklir. I haldet det nekk batna. Vi har ikke en formlig borgerlig rettende til samkjent og LGBT-er i Færøyen, men vi hadde en pride for 2 uker siden, og da kom 800 kvar føringer til 5-6 000 folk og stola i oss. Så folk er vi oss, og nå mangler vi bare å få noen politiske brøydinger, men vi som strøyes for retten til LGBT-eren i Færøyen, vi trykker på at det er bedre til, så vi har folk vi oss. Gangan fór því næst á stað og í fararbroddi dansaði borgarstjóri með grímu eins og rússnesku pönkfeministarnir nota og skýr skilaboð voru send til rússneskra stjórnvalda. Bandaríski sendiherrann lét sig ekki vanta í gönguna, enda segir hann Bandaríkin vilja styðja réttindi samkynhneigðra allan heim. Iceland has made so many achievements, and I think their participation in supporting other groups in other parts of the world would really provide a boost to other groups that are really struggling to get basic rights. Að vanda var margbreytileikanum fagnað með fjölbreyttum atriðum í göngunni. Hjón sem giftust í morgun brunuðu saman í átt að hamingjunni. Hinsegin fjölskyldur myndu á sig og hinsegin íþróttamenn. Og í þessum vagni lét transfólk heyra í sér en að málefni þeirra hafa verið mjög í umræðinu að undanförnu. Og svo var það bara hægt að dásta listrænum og fjölskrúðum atriðum. Og vitanlega var lögreglan á verði ásamt liðsauka. Og við að Stöð 2 óskum landsmönnum hjartanlega til hamingju með daginn.